Já, komið sæl og velkomin í þáttinn Eitt og annað. Hér förum við yfir eitt og annað markvert sem gert hefur á árinu. Í síðasta þætti vorum við í Eyjafirði, við erum þar enn, við erum á Akureyri, við erum að byrja á kaffihúsi, þar sem að fara ekta ítalskt kaffi, en það er hér á Akureyri, á Amtsbókasafninu. Á Akureyri má finna ítalskt kaffihús sem segja má að sé vel falin perla. Orðakaffi hefur verið starfandi í húsnæði Amtsbókasafnsins á Akureyri í rúmlega 1 ár, en Serena Pedrana, sem rekur kaffihúsið, flutti frá Ítalíu til Íslands fyrir rúmlega 3 árum eftir að hafa heillast af landinu þegar hún kom hingað í ferðalag. Ég kom með maðurinn minn, hann kom fyrst eins og volontýr hingað. Já. Og byrjaði þarna að vinna og svo, já, að hjálpa. Og svo kom ég eftir 5 mánuði, ég kláraði háskólan á Ítalíu og svo kom hingað. Það var bara hugmynd að vorum að ferðast fyrst, svona 4 dagar ferðu suður og svo vorum bara fælt in love og vorum að hugsa að koma hér. En maðurinn minn var hér fyrir 5 mánuði fyrst. Já, og svo ég bara var að trúa hvað hann sagði. Ég var bara mjög spennt. Hvað er það sem þú varst að læra í háskólanum? Ég lærði tungumálinu, svona kínversku, ensku og þýsku. Okay. Bara ekkert íslensku eða annað. Þú ert greinilega góð í tungumálum, talandi svona vel eftir 3 ár. Já. Serena átti erfitt með að finna nafn á kaffihúsið og setti þess vegna upp kassa þar sem fólk gat skrifað eigin hugmyndir. Hana langaði að láta nafnið tengja saman bókasafnið og kaffihúsið og orðakaffi var því fyrir valinu. Hún segir reksturinn ganga vel þótt hún hafi þurft að læra margt erfiðuleiðina. Bara mjög fínt. Fólkið er ánægð og Hólmkell frá bókasafninu líka. Þá gott. Þú sagði mér áðan að þetta hefði verið svolítið lærdómsferli, þetta þurfa allt inn að vera að elda ofan í svona marga. Já, það er ekki eins og að baka fyrir 2 eins og ég og kærastinn, eða kannski fyrir 5, en ég var aldrei að baka eða elda fyrir 10 og eins og núna 26 í dag. Það er bara öðruvísi. Og líka íslenskan langar kannski ekki að fá hvað við erum að fá okkur á Ítalíu. Okay. Kannski eitthvað, en með eitthvað breyting, með mikið sósu, sem ég er ennþá að læra. Já, en við erum ekki að setja sósu alls staðar, en fólki langar að vera með sósu. Þá ég er bara aðeins að læra. Nafnið orðakaffi hljómar afar íslenskt en flestir réttir eru innblásnir af ítalskri matargerð enda segist Serena varla geta eldað án þess að ítölsku áhrifin skíni í gegn. Ég er alltaf með eitthvað ítalskt, ekki bara 100%, það er mikið af uppskriftin sem kemur frá mamma eða amma eða systina, en líka frá mér bara svona. Og það er líka skemmtilega að prófa eitthvað nýtt og svona. Og ég er alltaf að reyna að breyta uppskriftin eða breyta matinn og kökunni og bara svona að fólkið kemur meira og til að skoða eða til að smaka. Það er nú eitt af því sem hefur verið mjög vinsælt hjá ykkur eru súrdeigsbrauð. Er ekki svoleiðis sem þú ert að gera núna? Já. Þetta er súrdeigs minn og ég er að baka það stundum svona fyrir fólki sem er að spyrja. Eða líka fyrir mig, af því að ég er með samloka. Þá er með svona súrdeigsbrauð eða venjulegt brauð eða focacciabrauð. Svo er bara alltaf tilbúið. Já, fólk getur pantað svona brauð hjá. Já, það getur pantað fyrir súrdeigsbrauð og það þarf að veita 2 daga áður. Já.
Þetta tekur nú góðan tíma. Já, ég þarf að taka það út súrdeigs starter. Ég tók út í dag svona klukkan 9. Það tekur 4 klukkutími til að hrísa upp og svo ég með svona uppskriftin með 200 af súrdeigs og svo það 400 vatn og svo 600 af blandað hveiti. Ég með 50% heilhveiti, svona lífrænt heilhveiti og svo með svona venjulegt bakað hveiti. Og svo bara blanda allt saman og láta standa svona hálftíma til klukkutími. Svo bara setja salt, smá vatn og bara byrja að hnoða. Þetta þannig að hnoða dálítið vel. Já, það tekur 10 mínútur og svo setur bara aftur í þessi og það þarf að vera 4 klukkutíma aftur á bakvið, 2 tími aftur, bara smástund, ekki svona lengi og svo bara setja í kæli yfir nóttina. Þannig að þetta alveg heill sólarhringur. Já, og svo tekur dag á morgun, ég verð bara að baka brauðin. Vínilskeri, þrívítarprentarar, laserskurðarvélar. Við erum ekki í framtíðarbíómynd, við erum í Fab Lab á Akureyri. Við skulum kíkja á það. Þrívítarprentarar, laserskurðarvélar, fræsarar og vínilskerar eru tæki sem við notum flestöll ekki mikið í daglegu lífi, enda tæki sem finnast almennt ekki á heimilum í landinu. Þau hljóma kannski framandi og óaðgengileg, en við megum ekki gleyma því að svo var líka raunin með fyrstu lítabrentarana, tölvurnar og farsímanna, svo það geti vel breyst á næstu árum. Í dag eru þessi tæki aðgengileg almenningi í Fab Lab Akureyri og fleiri slíkum stöðum á víð og dreif landið. En hvað gera þau? Hvernig virka þau? Ekkert mál að nota þau? Það ekki neitt mál. Það eins og fyrsta sem ég segja alla sem eru svo hræddir við að nota leserskurðarvélarnar það halda allir að þetta sé algjör forritun, en það alveg þveröfugt. Ef maður búin að prenta úr venjulegum prentara af 4-blað, þá getur maður alveg nota leserskurðarvél. Það bara sama ferlið, sko. Svona fyrstu sinn hefur vantilega færið á því tími í það að kenna hverjum og einum, en á þessum 2 árum að komin fólk sem að þekki tækin betur. Já, alveg klárlega. Það komið svona gróin hópur sem búið að læra alveg rosalega mikið og það einfaldar mjög mikið vinnuna í opnum tímum til dæmis. Þegar ég kannski með 3-4 sem kunna á vélarnar og ég get ekki aðstofað hina 4, þá get ég alltaf sendt hina sem eru búin að læra nú þegar, sko. En það einmitt máli. Maður á ekki að þurfa að vita allt á kemminga. Maður á að læra þetta. Og svo bara endilega ef einhver vill kíkja og læra á vélarnar, þá vonast ég til að þau komi aftur og hjálpi mér að kenna öðrum á þetta. Og þessi tæki þau bjóða upp á gríðarlega mikla möguleika. Það er að gera meira en bara að koma og prenta nafnið sitt á limmi eða hvað getur maður gert? Það er náttúrulega alveg endalaust. Það er eiginlega bara að leyfa hugunum að reika og þá gerist hvað sem en það er eitt mjög skemmtilegt verkefni sem félagi minn, hann lenti í óláni að missa fingur og við erum núna á lokaskrefunum að búa til virkan fingur handunum sem þá þrívítaprentaður og tengdur við vír sem þá gefur honum séns á því að geta hreyft þann fingur með hinum líka. Og svo náttúrulega bara endalaust sem hægt að prófa sig áfram eins og líka vinnið að fræsi í ál og það er bara, maður reynir bara á og gáður bara hversu langt maður kemst með hugmyndina sína. Þannig að þegar smiðir hérna í smíðadeildinni þeir saga á sér puttan þá er bara að koma beint yfir í Fab Lab? Bara búið til nýjan, það er ekkert mál. Ég held að þeir verið bara líka betri fyrir vikið. Hann einmitt sagði þarna sem að búið til fingur, hann var hugsað að skera sér löppina svo hann geti gert bara betri löpp. Já, það er ekki að heyra að þessu miklar skorður settar á það sem hægt að gera í Fab Lab. Einu takmörkin manns eigin ímyndunarafl. Jónþór, hvað erum við með hérna? Herðu, þetta rafrásafræsarinn. Þetta bara eins og lítil útgáfa af stóra fræsarnum mínum sem get fræst út rafrásir fyrir tölvubúnað. Það er að segja búa til sínar eigin örtölvur. Og hérna eru bara nokkur dæmi og hérna eru til dæmis með eina pínu litla mjög einhæfa örtölvu og hún bara með lítið LED-ljós á og eina sem þessi litla tölva gerir að stjórna þessum LED-ljósum. Geta látið þau blikka eða búið til broskall eða hvað sem Og svo ég náttúrulega líka með það sem þú heldur á hérna bara til þess að stjórna DC-mótor. Þannig að ef maður vill til dæmis láta gluggatjörnin bara svona færast upp á mótnana og getur maður kannski forritað þetta til þess að
DC-mótor bara togar upp gluggatjörnin þarna klukkan 8 á morgnana eða álíka sko. En svo náttúrulega þessi fræsari, hann býður upp á fleiri möguleika, til dæmis þrívítarfræsun og það bara eins og hérna ég með gott dæmi, ég bara með vaxkubb sem að fræsi út hérna þrívítarmódel og svo eins og líka við erum með hérna móthefni og þá get ég hellt hérna sílíkonmót fyrir þennan hlut, þannig ég hellti bara hérna sílíkon onni og þá ég komin með mót hérna sem til dæmis food safe, eins og maður kallar matarörugt, þannig ég geti búið til súkkulaðistykki, hellt bara súkkulaði hérna onni og tekið hérna, búið til fullt af þeim eða hellt steipu eða búið til bara svona fjölda framleitt þetta stykki hérna sem að myndi taka miklu styttri tíma heldur en að fræsa eða þrívítaprenta það. Starfsstöðin á Akureyri hefur verið opin í 2 ár. Fyrstu sinn fór starfsemin rólega af stað meðan að fólk var að uppgötva hana. Síðan kom sprenging en núna komið þægilegt flæði á aðsóknina og þar á meðal fólk sem hefur komið áður og kann á tækin, segir Jón Þór. En hvernig lítur framtíðin út? Já, það náttúrulega bara allt veltur á samfélaginu sem að tekur þátt í þessu. Það því fleiri sem komingað, því meiri líkur á fjármagni og maður getur haldið þessu meira gangandi og svo náttúrulega bara uppfara vélarnar. Það náttúrulega eini kostnaðurinn sem hérna til dæmis að bara efniskostnaður fyrir fólk sem vil nýta sér vélana. Það engin kostnaður við að fá aðstoð eða nota vélarnar sjálfar en svo náttúrulega í lengri tíman allur gróði sem kemur út frá þessu fablabbi eins og í samstarfi Símey og almenn tíma með kostnað og fleira fer alfarið í tækjakaup og uppfara fablabbi. Þetta náttúrulega bara hollvinafélag og opið frítt rými, non-profit þegar maður talar önsku. Og maður sé fyrir sér gríðarlega möguleika hérna fyrir skapandi fólk að geta komið hugmyndunum frá teikniborðinu yfir í hlut sem að getur haldið á og þreifað á. Já, alveg klárlega og líka aðalmálið að koma hingað og sjá vélarnar, sjá hvað í boði og þá kviknar hugmyndaflugi. Það eru nánast allir sem koma inn í fyrsta skipti. Þau segja já, ég vissi alveg hvað þrívítaprenti væri en að sjá hann hreyfa sig breytir rosalega miklu út af því að þá byrja hugmyndina að flæða. Já, er þetta hægt? Þannig að það aðalega bara að kynna sér hvað í boði og ekki vera bara að læsa sig í að ég þarf að vera með 100% hugmynd áður í kemena. Nei, það bara sjá hvað í boði, prófa sig áfram og þá byrjar hugurinn að búa til eitthvað flott. Þannig áður við hlaupum næst út í búð til að kaupa einhvern hlut til að eiga eins og allir aðrir, þá getur verið gott að hafa það í huga að í FabLab getum að framleitt eitthvað sem alveg einstakt og engin annar á nema maður sjálfur. En svo náttúrulega þetta líka hugsa sem protótípuverkstæði fyrir fyrirtæki, frumkvöðla og aðra sem vilja kannski með einhverja vöruhugmynd og vilja koma henni á framfæri og þá rosalega gott að geta bara búið til protótípuna og geta svo farið að hugsa lengra eftir að hún orðin fullkomin. Þannig að fyrirtæki geta líka nýtt sér þetta á þann hátt að ef eitthvað bilar í einhverju vél þá getur við reynt að búa til annað stykki þrívítaprenta það á meðan þeir eru að bíða eftir varahlut eða álíka sko. Þannig að þetta ekkert bara fyrir almenning og skóla, þetta líka að hugsa sem að virkja samfélagið og fyrirtæki og frumkvöðla á Eyjafjarðarsvæðinu. Þá kíkjum við í smá auglýsingar, sækjum okkur kaffibolla, mögulega ítalskan, höldum svo áfram eftir þær.